Í Sunnlenska bókakaffinu í kvöld, það verður heilmikið að vera og flottir bókahöfundar sem að koma þarna fram í kvöld og lesa væntanlega upp úr bókum sínum. Og þetta vikulegt hjá honum Bjarna og hann á línunni, heill og sæll. Já, sæll og blessaður. Herra, þetta svolítið stórt kvöld. Já, þetta stórt kvöld og við erum montin yfir því hérna að vera bæði með Yrsu sem nú svona drottning í bókaheiminum og svo erum við líka með tvo af þeim sem voru tilnefndir núna til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, þá Jón Kalman og Eirík og svo nú fleiri, það Óskar Árni sem nú eitt okkar alflottasta ljóðskáld og ljóðaþýðandi og hann kennir þýðingar sína hérna og svo ég veit nú ekki nema sko það gerist eitthvað sögulegt hérna því að svo verðum við með kynningu á kennslubók í íslenskum göldrum. Já. Sem var að koma út í endurútgáfu, rúmlega 50 ára gömul bók sem hefur nú verið mikið raritet og hérna farið í háu verði í orginalútgáfunni og virkilega forvitnilega gripur hefur verið endurútgefið núna og í rauninni svona bætt með svolítið með því að teikna stafina upp betur og þetta eru mjög nákvæmar leiðbeiningar fyrir þá sem vilja leggja þetta fyrir sig. Gæti leynst eitthvað dularfullt í þessari bók? Já, og fólk sem að gefa út svona bækur, það hefur nú ýmislegt á takteinunum og ég Anna Lea sem að kemur hérna í kvöld frá lestofinni, hún nú til alls vís. Nákvæmlega. En hvernig Bjarni fer bókasalan af stað núna í desember? Hún fer vel af stað og það bókin heldur fyllilega sínu og við erum náttúrulega hérna alltaf að finna fyrir aukningu með hverju árinu. Þannig að við þurfum ekki að kvarta og svo sjáum við að stórmarkaðirnir þeir eru alltaf að leggja meira og meira áherslu á þetta líka að selja bækur þannig að bókin sem íslensku jólagjöf sem aðal jólagjöfin á Íslandi hún heldur alveg sinni stöð og það auðvitað óskaplega mikilvægt hjá bókaþjóð, við viljum vera það. Sunnlenskir höfundar þessi jólin? Já, það eru sterkir sunnlenskir höfundar á ferðinni. Þórður Tómasson með stór glæsilega bók og sem nú svona með vissum hætti svolítið svona yfirlit yfir störfa hans æviferli, þetta sé nú langt í frá að vera ævisaga, þetta skrifað út frá mununum og sögunum á fólkinu en Þórður þannig í bakgrunnum og við sjáum svona glitta í hans ævisögu, hans magnaða lífslaup og svo náttúrulega svona, ég get nú ekki talið upp allt en svo má nú nefna að Sigríður Jónsdóttir, skáldkona í Arnarholti sem nú með viðurkenndari ljóðskáldum þjóðarinnar, andla margir sem fást við þann við þá skáldskapa gyðju en Sigríður hefur náð gríðarlega lágt og hún með sína þriðju bók núna og svo til að ég nefni nú bækur sem ég hef ekki komin eitt höndum að sjálfur að þá hefur nú bók Óskars Magnússonar í Fljótshlíðinni eða sem við vildum kannski kenna hann við Hádegismóa en hann býr á þessum tveimur stöðum eða með búskap á þessum tveimur stöðum í Hádegismóum og Fljótshlíð að hann sendi frá sér skáldsögu sem hefur fengið afskaplega góða dóma. Þetta er svona það sem dettur svona í huga að nefna í fljótu bragði en það nú fleiri sunnlendingar. Það má nú samt eiginlega ekki gleyma síðan Selfissingi sem með stórvirki. Sölvi Björn Sigurðsson sem ættaði hérna frá Selfossi og uppalinn hér, svona Sigga Sveins sem mættir þekkja og komin á Langasveini. Hann gefur út stórvirki íslenska veiðiár og sögu íslenska veiðiskapar og stangveiði og veiðiskapar þar aftar, hann fer alveg aftur í fornsögurnar og þetta er ofboðslega flott jólagjöf fyrir stangveiði áhuga menn sem við vitum að eru nú margir hérna. Já, þeir eru fjölmargir hérna á Suðurlandi. Þetta er svona og í það þannig ekki að nefna Guðn Ágústsson, hann náttúrulega á öllum metsölulistum og slæðir algjörlega í gegn en það kemur engum ávart, hann með fyndnari mönnum þessar þjóðar og Já, einhvers staðar las ég hérna að það farið að prenta nýtt upplag á bókinni? Það er búin að prenta, ég held að sé þriðja prentun, landkomin eða búin, sko, það og hún á metsölulistum sko þeir eru nú svona, það er svolítið flókin þessi talning á metsölunni því að þetta er allt svo
svona misjant hverju eru með í hverju Eymundsson með sinn sérlista og svo eru stórmarkaðir með sinn lista og það er gaman að bera þetta saman en og það er ekki endilega þeir sömu á báðum listum en Guðni er á skora sterkt á báðum stöðum. Já, þetta er skemmtilegt. En upplestra kvöldið þetta, húsið opnar klukkan 20 þegar ekki? Jú, húsið opnar klukkan 20 og svo byrjum við að lesa hérna svona 8:30 og þetta er bara stutt sem hver les og erum hérna til svona 9:30. Það er gott að koma strax 8 til að fá sæti og það hefur verið húsfyllir hér flest kvöldin. Byrjuðum hérna fyrsta fimmtudaginn í nóvember og verðum fram til jóla, þannig að við eigum ennþá 2 kvöld eftir þegar þetta er búið og það verða stórnöfn hérna áfram hjá okkur. Glæsilegt. Og mikil stemming. Ragnar Jónasson, hann kemur hérna glæpasagnahöfundur, hann kemur næst svo ég nefni einhverja sem eru væntanlegir. Já. Og þú ert með þessar bækur frá þessum höfundum til sölu? Já, við höfum sett alltaf metnaðin í þessu að vera með svo að segja allt jólabókaflóðið og þó að þetta sé nú ekki stórt lokal hérna hjá okkur, þá hefur þetta nú alltaf gengið eftir að við höfum náð að hafa hér allt sem að, auðvitað er alltaf einhverja bækur sem að hreinlega eru í mjög lítilli dreifingu eða sérhæfði dreifingu en við erum með úrval eins og best gerist í stóru búðunum fyrir sunnan. Já. Nákvæmlega. Bjarni, bók er góð gjöf fyrir jólin? Já, og stendur fyrir sínu. Það er engin bilbúður á bókinu. Við þurfum ekkert að fara að setja hann í öndunum vélstra. Nei, nákvæmlega. Bjarni Haraldsson, takk fyrir spjallið og gangið vel. Takk.